Fundur settur í atvinnuveganefnd Alþingis. Ég vil bjóða velkomna á fundinn Svandísi Svavarsdóttur matvælaráðherra og ráðuneytisstjóra matvælaráðuneytisins Kolbein Árnason og aðstoðarmann ráðherra Kára Gautason. Efni þessa fundar er uppbygging og framtíð lagareldis á Íslandi og helstu niðurstöður skýrslu alþjóðlega ráðgjafafyrirtækisins Bolton Consulting Group stöðu og framtíð lagareldis á Íslandi. Og gert ráð fyrir að fundurinn standi í klukkutíma. Formaður biður nefndarmenn og gesti hafi í huga reglur opna nefndarfundi sem hafi verið settar af forsætisnefnd Alþingis. Fyrirkomulag fundarins verður með þeim hætti að fyrst munu gestir vera með stutta framsögu málefni fundarins. Að því loknu gefst nefndarmönnum kostur á að spyrja spurninga og fá svör áður en næsti nefndarmaður fær orðið. Og ég ætla að biðja nefndarmenn að hafa í huga að á opnum fundi skulu nefndarmenn einvörðungu beina spurningum til gesta, en ekki setja fram almennar hugleiðingar efni fundarins né efna til umræðu fundarefnið sín á milli. Og nefndarmenn og gestir eru einnig ámyndir það að ræðutími er takmarkaður. Að þessu sögðu þá gef ég boltan yfir til ykkar ráðherra. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir og gott og gaman að geta verið með ykkur hér þetta stóra mál. Nú er það svo að hér undir fyrst og fremst þessi skýrsla Bolton Consulting Group, en eins og við vitum að þá höfum við verið að viða að okkur ýmsum gögnum í tengslum við stöðu lagareldis í víðum skilningi, þar sem að við annars vegar fórum þess á leit við Ríkisendurskoðun að skoða svona lagaumhverfið og framkvæmdina og svo framvegis og þær svona áskoranir sem að greinin stendur frammi fyrir og samfélagið gagnvart greininni á þessum tímapunkti, en leið settum við í gang sérstakann samning við Bolton Consulting Group þar sem að ætlunin var að kortleggja stöðuna meira inn til framtíðar og þá kannski meira á þeim forsendum að við skoðuðum vaxtarmöguleika, áskoranir gagnvart stoðum sjálfbærar þróunar, það er að segja umhverfisþættinum, samfélagsþættinum og hinum efnahagslega. Í þessum eiginlega 4 greinum lagareldis. Við okkur er náttúrulega tamast að ræða hér fyrst og fremst sjókvíaeldi í fjörðum, það er það sem við þekkjum best og það sem að lengst er komið. Í öðru lagi er fjallað hér landeldi og loks úthafseldi sem er eitthvað sem að gæti verið handan við hornið hér á Íslandi en hefur ekki verið mikil hreyfing á, og svo auðvitað þang og þari og það sem að því við kemur. Og þessi greining snýst í raun og veru það að skoða hvað er hægt í hverjum þessara þátta lagareldis og hvað það myndi hafa í för með sér ef að vöxturinn yrði óbreyttur, ef að hann yrði töluvert meiri og ef hann yrði gríðarlega mikið meiri. Þannig að samsetningar sviðsmyndana eru mjög margar í raun og veru. Það er ekki hægt að segja að það sé bara 3 sviðsmyndir, þær eru margar og varða alla þessa þætti. Það sem að við erum að gera núna er að rýna þessa skýrslu og skýrslu Ríkisendurskoðunar með það fyrir augum að leggja fram í samráðsgátt í september einhvers konar drög að stefnu íslenskra stjórnvalda lagareldi. Þetta plagg í raun og veru ekki til, það sem við erum með núna er tiltekið lagaumhverfi, tiltekin framkvæmd og að auki lagaumhverfi þannig að þar var tekið fram í lögunum sem slíkum að endurskoðun skyldi fara fram fyrir árið 2024, þannig að þetta við hefðum hvort eð þurft að fara í einhvers konar endurskoðun á lagaumhverfinu, en hér höfum við ennþá öflugri grunn undir stefnumótun. Það má segja að þetta sé svona
ef ég leyfi mér að vera pínlítið svona heimspekileg í þessu formaður, að þá þetta oft svolítið íslenski mátinn að greinar vaksa og stjórnsýslan kemur á eftir. Og þarna í raun og veru gríðarlega mikið afl, það mikið frumkvæði, fiskaldið hefur verið í gríðarlegum vexti en stjórnsýslan hefur ekki elst í samræmi við það og það nauðsynlegt nú þegar alveg burt séð frá allri stefnumótun og framtíðarsýn að auka eftirlit og rannsóknir og skapa þá grundvöll fyrir vöxtinn sem framundan til þess líka að forða tjóni sem að getur orðið vegna þess að það skorti á umhverfisvöktun eða skorti á rannsóknir eða eftirlit. Þessi yfirferð náttúrulega bara með frekar almennum hætti. Plaggið mjög umfangsmikið og það sem að ég kannski glemdi að nefna og mér hefur fundið sjálfri mjög gagnlegt hér ítarlegur samanburður við önnur lönd sem að eru með mikið fiskeldi eða lagareldi. Vegna þess að þar getum við borið saman ekki bara magn og umfang og svo framvegis, heldur líka rekstrarumhverfi, gjaldtökuumhverfi og svo framvegis að því að margt fullyrt í þessari umræðu en hér höfum við svolítið staðreyndirnar á borðinu sem skiptir miklu máli. Og loks vil ég segja að ég fagnaði sérstaklega hitta atvinnuveganefnd og ég held að sé mikilvægt að þingið sé þátttakandi í stefnumörkun af þessu tagi vegna þess að stefnumörkunni þarf að vera á breiðum grunni, bæði með umræðu í samfélaginu en líka umræðu þvert á pólitíska flokka. Þannig að þetta var minn inngangur og svo Kolbeinn Árnason, skrifstofustjóri sem að fekk stöðahækkun hérna í kynningunni, gerður af ráðuneytisstjóra. Ég bara óskonum innilega til hamingju með það hér. Kolbeinn, viltu bæta við? Nei, ég held að það sé kannski litlu við að bæta nema kannski að lýsa þá aðeins þessu ferli sem við sjáum fyrir okkur fram í september. Við erum núna að reyna að búta þennan fíl niður svo við þurfum ekki að gleypa hann allan í einu, setja upp verkferla utan einstaka þætti. Við erum að vonast til þess að geta farið út með það í kringum páska, þannig að hagaðilar og þá þingið og aðrir geti átt að sjá því hvernig vinnulagi verður og verið þá með aðkomu á tilteknum tímapunktum þegar við sjáum aðeins framan í dýrið og svona eins og ég segi optað kannski inn í að taka þátt í umræðum. Þannig að þessi stefna eitthvað sem við horfum á til ekki einhverja ára heldur áratuga. Þannig að það held ég sé mjög mikilvægt að sé bara breið umræða þetta alls saman. Þannig að markmiðið að hafa þetta eins og opið og við getum. Kári, vilt þú bara það? Ekki þessi. Herðu, kærar þakkir fyrir þetta. Þá ætlum við, það komin hérna mælendaskrá og við ætlum að fara hérna hringinn. Ég ætla að biðja varaformann Gísla að byrja, gjörðu svo vel. Já, takk formaður. Finnst það langar með að þakka hæstvirtum matvælaráðherra fyrir að mæta hérna á opinn fund með atvinnuveganefnd. Mér langar aðeins að bara rétt að ramma inn spurningarna með örlitlu broti hérna á undan. Við höfum á undanförnum mánuði séð svarta skýrslu ástand stjórnsýslu í tengslu við fiskeldi en á sama skapi höfum við fengið að sjá skýrslu Boston Consulting Group sem að sýnir þau stóru tækifæri sem geta falist í fiskeldi eða lagareldi hér á landi. En að sama skapi þá einnig áhugavert að samkvæmt könnun sem kom nýlega fram að þá 60% landsmanna á móti fiskeldi í sjó. Og það sem einna helst virðist vekja áhyggjur hjá fólki hættan á því að eldisfiskur hafi óafturkræf áhrif á hinn villta íslenska laxastofn sem eins og við vitum veiddur í fjölda laxveiði á. Nú í nýlegri heimsókn okkar í atvinnuveganefnd til Noregs kom fram að í Noregi allt frá 10 til 30% þeirra fiska sem koma upp í laxveiðiár eldislaxar. Þar kom einnig fram að það var ekki bara í laxveiðiám í næsta nágrenni við þar sem að eitthvað hafi sloppið, heldur
syndu þessi fiskar mjög oft langar leiðir áður en þeir fundust og þeir voru að nota DNA-greiningu til að finna nákvæmlega hvaðan þeir komu. Og í Noregi mjög virkt eftirlit með fiskum sem sleppa og eftirliti felst meðal annars því að mæla fjölda eldislax í ám og það sem hlutfalli fyrir yfir 10% þá farið í öflugar aðgerðir til þess að ná fiskunum. Bæði að nota net, það meira segja sendir kafarar í árnar með byssur til að skjóta fiskana. Og mér langar að hefja þennan fund á 5 spurningum sem snúa svolítið af þessu. Og fyrsta spurningin hvernig getum við tryggt að fiskeldi í sjó hafi sem minnst áhrif á villta laxastofninn á Íslandi? Númer 2, hvaða tól og tæki þurfum við að tryggja að eftirlitsaðilar hafi til þess að fylgjast með því hvort fiskar að sleppa úr sjókvíum? Númer 3, hvernig tryggjum við að eftirlitsaðilarnir séu nægilega vel fjármagnaðir til þess að stunda alvöru virt eftirlit? Númer 4, hvernig getum við sett upp neikvæða hvata sem virka á þá sem reka sjókvíar til þess að þeir hafi ágóða því að tryggja að ekki séu fiskar að sleppa? Það má til dæmis nefna í Noregi ef það fer upp fyrir 10% þá þeir með svona umferðarljósa kerfi þar sem að þýðir að það dregur úr magninu sem má rækta á svæðum þar sem að of mikið að sleppi. Og 5. spurningin og svo síðasta hættan af því að eldisfiskur í sjókvíum sleppi og eyðileggi hinn villta íslenska laxastofn ekki einfaldlega of hár og því nauðsynlegt að hætta úthlutunum fleiri leyfa til laxeldis í sjó og einblína frekar á laxeldi á landi. Nokkuð sem mun auðveldara fyrir okkur Íslendinga en fyrir nágranna okkar Færeyinga og Norðmenn þar sem við höfum aðgengi að grænni ódýrri orku auk þess sem við eigum nægilegt landpláss til þess að setja upp landeldi víða um land. Takk fyrir þetta, Gísli. Ég biðja ráðherrann að bregðast við þessu. Já, takk fyrir Gísli, takk fyrir góða spurningar og ef ég byrja kannski á þeirri síðustu sem að í raun og veru þessa áhættu, umhverfis áhættu sem að við horfumst í augu við í raun við alla atvinnustarfsemi. Það ákveðin núningur gagnvart auðlindum og mögulega vistkerfum og svo framvegis. Áhættan of mikil til þess að leggja áherslu á þetta og eigum að beina sjónum okkar frekar að landeldi. Þetta bara grundvallar spurning og þetta í raun og veru grunnspurningin sem að öll okkar vinna hvílir á. Það snýst það. Hvar ætlum við að leggja okkar áherslu inn í framtíðina? Við erum auðvitað núna í lagaumhverfinu með mjög flókið og leyfisveitingaferli sem að snýst mat á tilteknum þáttum. Snýst mat á burðarþoli, snýst mat á áhættu, erfðablöndunar og svo framvegis þar sem að við viljum í regluverkinu róa fyrir hverja vík og gæta þess að það verði ekki slysa þér varðar erfðablöndun. Síðan það spurningin hvað gerist ef það verður svo strok? Erum við þá komin með eitthvað það vandamál í hendurnar að það verði ekki aftur snúið? Við höfum auðvitað skoðað þetta í ráðuneytinu og horfumst í augu við mjög stór slys af þessu tagi, annars vegar sem að lúta af smitsjúkdómum sem að við höfum séð valda mjög miklum skaða eins og fyrir austan tiltölulega nýlega og svo hins vegar strok í mjög stórum stíl fyrir vestan. Hvort tveggja eru högg af þeirri stærðargráðu að þau eru mjög alvarleg fyrir reksturinn sem slíkan. Alveg burt séð frá hinum svona umhverfislegu hagsmunum til lengri framtíðar. Og þess vegna settum við á laggirnar sérstaka starfshópa sem að eru bara, eða hægt að orða það svo, að fjalla þessa þætti. Það annars vegar hópur sem að fjalla smitsjúkdóma og svona sjúkdómavarnir
og hins vegar hópur sem að fjalla sérstaklega strok. Sjúkdómahópurinn hefur skilað og þar verið að lista upp tilteknar, hvað ég að segja, bara starfsreglur, hvernig maður umgengst fiskeldi til þess að lágmarka hættuna á smiti, til dæmis milli fjarða eða milli kvíja og svo framvegis, og sumt af því nú óþægilega kunnulegt fyrir fyrrverandi heilbrigðisráðherra í gegnum COVID, að það þarf að gæta mjög vel að sjúkdómavörnum og smitvörnum þegar að ræða bráðsmitandi veiru. Ég meina það í raun og veru alveg sömu prinsip, það þarf að hreinsa græjurnar á milli og gæta mjög vel að því að ekki verði óþarfa snerting og svo framvegis. Þó að það sé ekki kannski með nákvæmlega sama hætti, þá þetta auðvitað sömu prinsip sem eru þar á ferðinni. Hinn hópurinn sem að sérstaklega átt að horfa á strokið og áhrifin af því ennþá að störfum og ég vænti þess að kannski Kolbeinn geti sagt okkur nána frá því hvers að vænta þar og hvenær, vegna þess að þarna eins og bendir á þurfum við miklu ítarlegri rannsóknir. Vegna þess að því að svona kjarnin í spurningum þingmannsins hér í raun og veru stöðu villta laxins í þessu umhverfi, að þá það mikilvægt að við höldum því til haga að við höfum ákveðnar skuldbindingar. Við erum með ákveðnar alþjóðlega skuldbindingar gagnvart lífríkinu og ekki bara út frá samningnum líffræðilega fjölbreytni, heldur sérstaklega að því varðar villtu laxastofnana á Íslandi. Þannig að það ekki eitthvað sem við getum yft öxlum yfir, heldur eitthvað sem við þurfum virkilega að horfa til. Þú nefnir síðan og hvaða tól og tæki þurfum við að hafa. Ég held að við þurfum fyrst og fremst auki fjármagn. Ég held að þetta snúist það. Ég held að við vitum alveg hvað við þurfum að gera og ég held að við sjáum það mjög vel á þessari skýrslu að bæði eftirlit og rannsóknir eru töluvert á eftir ef við berum okkur saman við til dæmis bara Færeyjar og Noreg, sem er það sem við þekkjum best. Þú nefnir þetta með neikvæða hvata og það raunar eitthvað sem að maður heyrir líka varðandi bara eftirlit með dýravelferð til dæmis í landbúnaði, að margir sem að eru í atvinnurekstri af þessu tagi sem að tengjast dýravelferðarspurningum segja sem svo okkur á ég að borga reikningin þegar það allt í lagi hjá mér. Ekki eðlilegt að þau borgi sem að eru í raun og veru að brjóta reglur. Þetta eru spurningar sem við þurfum að velta fyrir okkur og eru svona partur af þessari heildarmynd. Og hver ákveður það? Ég meina það auðvitað ég sem gerir svo tillögu til fjármálaráðuneytisins fyrst í fjármálaáætlun og svo síðan meir í fjárlagafrumvarpi, en þingið sem afgreiðir það svo að lokum. Og ég held að í þessu efni að þá þurfum við, þessi grein getur ekki vaxið og það bara punktur sem við höfum burtséð frá öllum skýrslum, stefnumótun og öllu. Það þarf að bæta eftirlit. Það liggur algjörlega fyrir. Við þurfum ekki að fara í einhverjar langar ræður það. Það bara þannig. Kolbeinn, viltu bæta við eitthvað út frá svona, kannski einhverjar af þessum spurningum með svona tæknilegar spurningar á vangaveltur? Kannski í fyrsta lagi þá reiknum við með að strokhópurinn skili núna á vormánuðum, þannig að við fáum þá konkrétt tillögur það. Hann meðal annars að skoða þetta regluverk í Noregi sem byggir mjög mikið á því að kostnaður sem verður af eftirliti, rannsókn, stroki, viðbrögðum hvíli á fyrirtækjunum sjálfum en ekki á hinu opinbera. Þannig að implementera það þannig að það virki, held ég að sé mjög stór hluti af þessu. Polluter pays bara eitthvað sem á að vera þarna eins og annar stað. Tækninni fleygir fram í þessu. Við höfum fengið kynningar núna frá bæði sveitarfélögum í Noregi en eins frá tæknifyrirtækjum þar sem að verið að gera tilraunir með að setja árvaka upp þar sem að þú hreinlega með gervigreind sem að flokkar eldislags frá villtum og bara sendir eldislagsin inn í kví sem að skilur þetta að. Þannig að við þurfum líka bara að vera vakandi fyrir hvaða tól og tæki að verða til í þessu. Þannig að við séum á undan þessu og aftur hver á að bera kostnað af því, það hljóta að vera þeir sem að hafa réttindin þá til þess að standa í þessu. Nú fjármögnun
náttúrulega bara lykilatriði. Ég held að neikvæði hvatar sé kannski eitthvað sem við höfum að horfa á við þessari stóru mynd, eins og staðan núna, þá erum við með tímabundin leyfi, ætlum að hafa því áfram tímabundi, eigum að setja inn þá skilyrðum endurnýjun sem að varða umgengni auðlindina, meðal annars þá þetta. Jákvæði hvatar geta líka verið svona, ef þú ætlar að stækka þá verður að gera svolítið sína fram á árangur. Þannig að það eru alls konar, held ég, fjárhagslegir vinklar í þessu sem mjög mikilvægt að kúpla þarna inn til þess einmitt að fyrirtækin sem að ættu nú hvort þið að sjá hag sín í að gera þetta vel, því þetta fjárhagslegt tjón eins og bent hefur þá, ef að svona verður, hafi enn meiri hvata til að gera þetta. Kari, vilt þú bæta við tengslu við þessa erfðablöndun? Já, það ágætlega að fara yfir þetta. Ég kannski vil nefna nokkur atriði að það hefur verið nú frá 2017 áhættumat erfðablöndunar sem var svo lögfest 2019 sem einmitt til þess að reyna að leggja á það mat hversu mikla áhættu verður að taka og lágmarkana. Þannig að það sem, eins og ráðherra sagði, þá felur flest atvinnustæðir sem í sér einhverju togstreitu milli vistkerfa og athafnalífs. Í áhættumati erfðablöndunar er reynt að kvantifísera þetta þannig að lögin segja að áhættumatið skal ekki á að virka þannig að það verði ekki breytingar á stofnunum sem leiði til þess að hæfni hans versni. Til þess að stofn breytist þá þarf að breyta tíðni arfgerðar sem þýðir að það þarf tiltekna innblöndun yfir langan tíma til þess að gera það. Þetta er gert úr garði þannig að það er hægt að fylgjast með nokkur leyti hversu vel þessi líkun virka. Það er að segja að fylgjast með, það eru væntingar að það komi tiltekið magn af eldislöxum upp í ár og svo eru mælingar á því, eða semst eru þegar að finnast eldislaxar þá eru tilkynntur og hægt að reka á kví. Og enn sem komið þá eru þessar tölur þannig að þetta virðist vera virka til þess að það voru held ég 12 eldislaxar í fyrra sem greindust þar af 2 allavega frá Skotlandi og svo 10 aðrir. Þannig að í kerfinu nú þegar eru strúktúrar til þess að reyna að takmarka, en eins og ráðherra bendir á það þarf að efla mjög rannsóknir til þess að bæta þetta ferli, fylgjast betur með því, efla eftirliti með því þannig að þetta sé svona sjálflærandi kerfi að með tímanum verða það betra og betra. Og þessar tölur sem voru nefndir áðan 10-30% af laxinu sem gengi upp í árnar, það vil bara svona svo það sé sagt að líkanið sem hér er notað miðar við að það sé ekki meira en 4%. Og svo er hægt að debatera þá prósentu hvort hún á að vera hærri eða lægri sem er bara vísinda spurning sem við kannski vitum ekki mikið um í ráðuneytinu. Kannski bæta einu við. Það er, og ég meina það sem Kári segir, náttúrulega undirstrikar það sem að þingmaðurinn nefnir að lax ferðast víða og jafnvel þó að sé í fjarlægð frá eldisstöð þá eru dæmi þess að þar hanga gangi eldislaxar, það eru hins vegar minni líkur á því. Og viðbótar öryggisventil sem er hér á sem er mjög mikilvægur held ég er lokun fjarða fyrir fiskeldi hvar við höfum þessar stóru mikilvægu laxveiðar. Og það er hvergi í þessum samanburðarlöndum okkar viðlíka reglur sem að hamla því að fiskeldi sé sett upp eingöngu vegna villtalaxins, það sem einfaldlega er búið að setja línu fyrir fjarðamenn og banna fiskeldi. Og ég meina það dregur líkunum, það útilokar ekki blöndun en ég meina það er fullt af reglum í gangi til þess að reyna að hamla. Og já, þess bara, mér langar að segja til viðbótar á þessum tímapunkti að ég held að það sé mjög mikilvægt að halda því til haga að við eigum að gera ráð fyrir því að greinin sjálf hafi metnað og áhuga á því að gera þetta svo vel að eftir því verði tekið. Þannig að ég held að skipti máli alltaf í umræðinni þegar við erum að tala um eftirlit og hvata og svo framvegis sem að sannarlega þurfa að vera fyrir hendi, að við eigum að búa þannig að þessu umhverfi að það sé fyrsti valkostur greinarinnar að gera þetta mjög vel
og taka mið af umhverfisþáttum, umhverfisáhættu og samfélaginu. Þannig myndum við vilja sjá það. Kærar þakkir fyrir þetta. Þá hér næsta málefndagskrá Bjarkey Olsen. Herri, já, og takk fyrir þessar upplýsingar. Ég ætla nú bara að hafa þetta stutt, ég sé að tíminn æðir áfram og það margir eftir að bera hér fram spurningar. Og ég ætla bara einmitt að kannski að byrja þessu. Mér finnst það skortir rannsóknir og það skortir eftirlit eins og hér hefur verið rætt Það er líka að tala að þegar við erum að horfa á sleppingar að norski laxinn sé ólíkari okkar fiski heldur en erlendis, þannig að þegar að sleppur að þá kannski minni hætta þar og mér finnst svona í ljósi þessa að við erum hér að tala landeldi, úthafseldi eða sjókvíeldi að sko ég held að við horfum fram á það kannski allt þurfi þetta að vera til. Það er ekkert eitt sem að við hættum ekki sjókvíeldi og förum bara á land eða eitthvað svoleiðis að ég held að verði ekki þannig og ég held að eldi sé hluti af framtíðinni. En sko mér langar bara til þess að horfa á þetta út frá náttúrunni, hvort að við, af því það eru auðvitað búið að kynna hér risa áform, alls konar plön í gangi og eins og ráðherra sagði hér áðan að það svona mikið frumkvæði af þeim sem að vilja fara í þetta og það hafa verið rædd og eru auðvitað tilraunir í Noregi eins og við þekkjum úthafseldi. Og þar erum að ræða miklu stærri kvíar, tvöfaldar jafnvel miðað við það sem við þekkjum í fjörðum og hér nefndi Kári sleppingar allavega frá Skotlandi og þó að straumurinn sé sannarlega meiri í úthafinu heldur en í fjörðunum að þá mengun af þessu, þannig ég kannski bara vil henda þeirri spurningu fram sko að því að við erum að velta fyrir okkur held ég eigum við að gefa út fleiri leyf á þessum tímapunkti yfirleitt að því að sko getum við verið þess fullviss að náttúran njóti vafans í því samhengi hvort heldur í rauninni á landi í fjörðum eða í úthafinu og ég ætla svo bara að segja líka að því að við erum kannski ekki nógu burðug í eftirlitinu og að ég tel að það sé eitt af því sem að við lærðum bæði í Færeyjum og eins í Noregi að það gríðarlega mikilvægt að það sé öflugt og ég tek undir það fyrirtækin auðvitað borga sem að hvort heldur menga eða hvað annað sem að undir í því samhengi. Þannig að ég spyr líka bara, hyggilegt að bíða með úthafi til dæmis þangað til að við sjáum meiri, hvernig þetta tiltekst í Noregi og svo vil ég bara segja það að ég tel að það sé löngu orðið tímabært að gjaldtakan sé alvöru gjaldtaka í fiskeldi hvar svo sem hún þrátt fyrir að fyrirtæki sé að byggja sig upp, það önnur fyrirtæki að gera það og þurfa að borga ýmisgjöld, þannig ég bara vil segja það hér, takk. Takk fyrir þetta, Bjarkey. Ég vil bara minna fundarmenn á að þingfundur hefst 10:30, þannig að við þurfum aðeins kannski að vera svona to the point, en... Já, takk, og mikilvægar spurningar, sko ég reyna að svara þessu með almennum hætti, sko, hvort að náttúran njóti vafans, eða sko hvernig getum við tryggt að náttúran njóti vafans við þessar ákvarðanir allar og síðan kannski þetta með úthafið, sko. Ef ég byrja á því að þá það þannig með úthafseldi, ef við bara horfum á það og berum það saman við aðra kosti í stöðunni, að þá það augljóst að við eigum langt í land þar í fleiri en einum skilningi vegna þess að regluverkið ekki fyrir hendi. Við vitum ekki nákvæmlega hvernig við eigum að undirbyggja það að koma á laggirnar atvinnustarfsemi af þessari stærðargráðu á úthafinu. Vegna þess að það snýst ekki bara staðsetningu og svo framvegis, heldur líka aðföng, orku, mannafla, tækni og svo framvegis fóður, þið vitið, þetta bara mjög stórt mál og eins og þingmaðurinn nefnir hérna, þá þetta viti því að læra reynslu annarra, við þurfum ekki að byrja á byrjunarreit allstaðar og þess vegna þessi skýrsla lögð fram líka, þannig að við getum hort bara á hvernig eru Norðmenn að gera þetta og þeir sem að komnir eru lengra í þessu efni, en í stóru myndinni það þannig
að Ísland hefur tækifæri til þess að vera mjög öflugur framleiðandi á þessu sviði, þar að segja á sviði lagareldis í heimi þar sem þarf sífellt meiri mat. Og ef maður segir bara í svona yfir lag að þá eru það 3 þættir sem þú þarft til þess að framleiða mat. Það er orka, það er vatn og það er einhvers konar rými. Hvort að það er á landi eða hvort að það er í sjó eða firði eða út á hafi eða hvað það er. Það er þetta þrennt sem þarf og síðan að prjóna það saman þannig að úr verði sem mestu virði og sem mesta mat fyrir sem flesta. Og þetta er sannarlega vaxtar möguleiki fyrir okkur með okkar skilyrði. Síðan við viljum auðvitað að náttúran njóti vafans í þeim skilningi að við séum ekki að taka óþarfa áhættu. Og þá erum við auðvitað með þann vanda að við erum stundum að byggja upp starfsemi þar sem að við höfum reynsluna eftir því sem tímanum vindur fram. Og við erum að læra jafn harðan og fyrir náttúruna getur það verið of seint vegna þess að við höfum ekki tilraunaklassið til þess að skoða áhrifin af einhverju tilteknu inngripi í vistkerfi til langs tíma. Þess vegna hefur umræðan lokaðar sjókvíar verið vaxandi, landeldið felur í sér aðrar áskoranir, það er annars konar áskoranir sem að lúta að bæði aðföngum og affalli og því að þarna þarf í raun og veru að skapa það umhverfi sem að er frá náttúrunnar hendi til í sjó sem að eru straumar og hreyfing á öllu því sem þar er. Þannig að þetta er stóra verkefnið að það er að gera þetta í sátt við vistkerfin vegna þess að annars hitt í raun og veru algjörlega marklaust. Það er að segja að tala um einhvern efnahagslegan ávinning eða eitthvað slíkt ef við lendum bara í því að við brotlendum á leiðinni. Umhverfisþátturinn er alltaf grundvallaratriði. Takk fyrir þetta. Heyrðu þá hér næst Hanna Katla. Já, takk fyrir kærlega. Þetta er spennandi. Við erum alveg dauðafæri að fara í frábæra átt fyrir land og þjóð en við erum líka dauðafæri að fara í kolranga átt. Ég er að reyna að fókusera bara á það sem að auðvitað ekki hefur komið fram og það er svolítið sérstakt að spyrja svona þegar verið er að vinna þið eru ennþá að safna gögnum en við vitum ýmislegt meðal annars það að enginn þeirra þjóðar sem hefur gefið afslátt á reglugerðum hingað til hefur sloppið við áföll. Það hefur bara farið mjög skýrt saman og við höfum auðvitað reynslu þessara þjóða og á saman tíma erum við að vaxa gríðarlega hratt. Miklu hraðar en það þjóðir sem lenti í áföllum hafa sagt að þeirra hraði vöxtur leiddi af sér áföllin. Þannig að spurningin kannski fyrstulega hvað erum við yfir höfuð að stefna að miklu eldi hér, bæði í sjó og landi? Er sú tala, erum við komin með það? Ef að gert er á fyrir afgreiðslu löggjafar málið í lok þessa tímabils, hvað gerist þá þangað til? Og þá sem sagt með tilliti til þessa vaxtar. Mér langar líka að spyrja leyfisveitingar, vegna þess að samkvæmt lögunum núna eru leyfin tímabundin hafa þó verið framlengt. Þannig að hver er hugmyndin með það í framtíðinni? Það er mismunandi eftir hvernig þjóðir hafa farið inn í það. Í dag hefur MAST lagalega heimildir til að veðsetja leyfi. Hver er stefna með slíkt? Og svo bara hvers virði, og það tengir svolítið hvert er ætlun, hvers virði er eitt leyfi MAST? Það er að segja verðvættin í leyfi sem að veita heimild alltaf 5.000 tonna lífmassa í einu. Hvaða tölur eru að tala um þar? Tengt því og umræðum fiskeldi hvar það eigi að vera, og Bjarki kom inn á það, Noregur, það er verið að tala um einhver 10 ári þróun, landeldið, ráðherra í einhverju samtali við ráðherra orkumála hvað það þýðir þörf á orku af því landeldir eins marga kosti og það hefur umfram sjó er klárlega mjög orkufrekur iðnaður. Við erum ekki beinlínis aflögufær í orku akkurat núna. Síðan kannski loks þetta að því það er alveg rétt að ég tek heilshugar undir það að greinin sjálf hefur áhuga á því hvað best er að gera. Það mun gerast sjálfkrafa. Hlutverk neytenda er gríðarlega stórt þar. Við höfum reynslu af því hér í íslenskri matvælaframleiðslu að neytendur hafa ekki alltaf tök á að afla sér upplýsinga
framleiðslu hætti þeirra matvöru sem þeir kaupa. Hver stefnan með fisk úr eldi? Munu neytendur fá þess kost að sjá hvernig fiskurinn alinn? Komið, takk. Takk fyrir. Mjög mikilvægar spurningar allar saman. Ég ætla að byrja á því að bara að halda með það sem að er bara konkrétt spurningar áformin, sko, þar sem við í raun og veru gerum við, sko, ráð fyrir áframhaldandi vexti bara miðað við núverandi útgefin leyfi og leyfi sem er til meðferðar, þannig að það sé einhvers konar grunnur sem við getum gert ráð fyrir að sé á sjóndeildarhringnum. Þetta jafngildi rúmlega 100.000 tonnum eða tvöföldun á núverandi framleiðslu. Má segja að það sé í pípunum óháð stefnumótun og þessi vöxtur verði á næstu 5 árum. Það er svona bara grunnurinn. Og þá liggja fyrir til viðbótar þessu, þetta er sjókvíahlutin, metnaðarfull áform landeldi og eins og nefndin þekkir að þá eru víða stórar framkvæmdir í gangi. Og þau áform gera ráð fyrir því að á árinu 2030 verði framleiðsla úr landeldi til viðbótar 100 til 140.000 tonn til viðbótar við sjókvíaeldi. Þá hefur komið fram þetta með úthafseldið sem að kann að vera enn einn vaxtarsprotin og áform þörungaeldi bæði í sjó og landi. Þannig að þetta er allt saman bara í gangi og það er rétt sem að kom fram náttúrulega í inngangi þingmannsins að spurningunni að sumt að þessu er bara einfaldlega í deiglunni og við getum ekki svarað því hver eru áformin og hvað stendur til og svo framvegis, en til þess að geta farið í umræðuna þá þurfum við að svona vera með einhver dröga stefnu, eins og Kolbeinn talaði hér áðan, að opna í raun og veru það samtal hvaða sviðsmyndir gætu verið í boði og ég vil ekki sko forgangsraða því með einhverjum tilteknum hætti, sko, hvaða nákvæmlega framtíðarsýn við höfum í þeim efnum. Ég hef ekki farið sérstaklega í viðræður við orkumálaráðherrann orkuþörf, enda sko hef ég heldur ekki undir höndum skýrar tölur hana. Hver hún í raun og veru er þegar öll er á botninn hvolft. Það snýst bara mjög marga hönnunarþætti líka í landeldinu. Hversu mikla orku þarf þar og ég hef ekki ennþá fengið neinar skýrar og svona, hvað ég segja, afgerandi tölur það. Mér fannst þetta mjög mikilvægur punktur með sko að afslátturinn leiðir af sér áföll. Það er bara þessi beinatenging og mikilvægt að halda því til haga. Varðandi síðan neytendur á þeim enda og ég held að við þekkjum það öll að það er vaxandi eftirspurn eftir því hjá neytendum yfirleitt að vita meira matinn og sko rekjanleiki, gagnsæi, einhvers konar upprunamerkingar og svo framvegis það er bara krafa neytandans á gólfinu, sko. Það er það sem maður er að heyra og verslunin, framleiðendur það eru allir að reyna að bregðast við þessu og þá er það spurning svo með hvaða hætti getur það endurspeglast í regluverkinu. Og þannig að það er eitt af því sem er til skoðunar og er líka bara skýr kafli til dæmis í matvælastefnu sem kemur væntanlega til nefndarinnar fyrir en seinna. Það er að segja neytendur framtíðarinnar. Hvað er það sem við erum að fara inn í? Hvaða heimur er það sem við erum að fara inn í? Við erum ekki að hugsa bara neytendur dagsins í dag og okkur sjálf, heldur líka það að ungt fólk vill sjá aðra hluti og við sjáum nú þegar merki breytta neysluhegðun inn í framtíðina. En mér langar að biðja Kolbeinn að tala leyfin því ég held að hann sé fljótar að því og það verið markvissara. Ok, við reynum. Ein af stóru spurningunum í þessari stefnumótun ætlum við að hafa þetta tímabilið, ætlum við að hafa þetta varanlegt. Það leiðir líka af sér þá svar mögulegt við spurningunni hversu virði þessi leyfi. Ef við reynum að tölusetja það núna þá getum við horft til Noregs, það sem eru uppboð á svona leyfum. Vissulega það alltaf uppboð á margínar hlutum, þú ert þegar komin með starfsemi þannig að líklega ódýrar að byggja við það og þess vegna verðið hærra. Þar ertu að selja 1000 tonn á 1,5 til 3 milljarða eftir í hvað það staðsett. Vaxtarhraði misjafn eftir svæðum og hitastigi sjávar. Hvernig berðu það saman við Ísland? Þetta allt svona svolítið
svona puttin upp í loft spurningar. Það er búið að selja stóra hluti í einhverjum af þessum fyrirtækjum, getum við tekið einhvað með af því. Verðmæti þessar leyfa er mikið. Það eru stóru verðmætin í þessu og það má að ákveðnu leyti bera þetta saman við sjávarútveginn. Það er kvótinn sem að inniber verðið. Veðsetning eða ekki veðsetning, hvers slags eign er þetta? Er þetta afskrifanlegt, er þetta varanlegt, er þetta tímabundið? Mér finnst þetta allt saman hanga saman í einhvers konar stórri spurningu. Hvernig ætlum við að sjá þetta fyrir okkur? Hvernig ætlum við að úthluta þessu? Hvernig ætlum við að taka þessu gjald? Og svo framvegis. Þetta er bara grundvallar hluti líka umræðinu það hvernig við sjáum þetta fyrir okkur. Verðmætið þessar leyfa er síðan ábyggilega ólíkt eftir því hvort þetta er í sjó, hvort þetta er á landi, hvort þetta er í úthafinu eða hvort þetta er inn í firði. En manni finnst sko bara að þetta er eitthvað sem við þurfum að horfa í gegnum alveg konkrétt til þess að átta okkur á hvert við erum að fara, hvernig við ætlum að taka gjald af þessu. Hver er hérna framleiðin sem að verður af þessu þannig að mann geti borgað þetta gjald á þess að fara að hafa áhrif þá á þá þætti sem að við viljum ekki að þetta hafa áhrif á, þar að segja að þetta sé gert vel og vanda sér til verka. Einmitt. Ef ég má kannski aðeins hoppa inn með það nú kannski bara athugasemd almennt við það sem hefur verið hér til umræðu því við vorum að tala bæði umhverfisáhrifin og munin á landi og sjó og svo framvegis að það er þetta með kolefnissporið sko. Hvernig, sko, hver eru hinn raunverulegu aðföng sem við erum háð í fiskeldi, við erum að flytja inn hérna fóður, er hægt að sjá fyrir sér að við séum með innlenda framleiðslu á fóðri að einhverju leyti eða gætu við dregið úr kolefnissporið þar. Getum við nota síðan úrganginn frá fiskeldi til þess að mögulega nýta í áburð eða eitthvað annað í hringrásarhagkerfi. Þannig að, og þetta eru landeldismenn mjög mikið að hugsa finnum maður, að hugsa þessa hringrás af því að þessi lífræni ferill, að hann felur í sér verðmæti frá upphafi til enda og skiptir máli að reyna að halda því eins mikið inn í hringrásun og hægt er. Ég vildi bara nefna þetta í tengslu við bæði virðið en ekki síður umhverju spurningarnar. Kærar þakki fyrir þetta. Þá ætlum ég að gefa Höllu Signý orðið. Já, takk fyrir að koma á fund með okkur og ræðum þetta mikilvæga málefni. Við erum að tala hérna eftirlit og rannsóknir. Getur verið samhengja milli takmarkaðs eftirlits og fjarlægðar starfsstöðva og eftirlitsaðila. Hefur ráðherra ykkur áformum að færa auknum mæli rannsóknir og eftirlit nær eftirlitinu til þess að auka þekkinguna bara í kringum eldið? Síðan hérna með fiskeldisgjaldi sem sett var á 2019, það var sett á til að tryggja ríkissjóði beint endurgjald vegna nýtingar hafsvæða og það geti jafnframt staðið undir stjórnsýslu og rannsóknir í þágu fiskeldisins. Hversu háum fjárhæðum hefur verið varið af þessari innheimtu í rannsóknir og eftirlit með greininni? Síðan langar mig hérna því að við ráðherra nefndi hérna þörungaeldið og það er inn í skýrslu frá Boston Consulting Group og þú talar íslensku leiðina og framkvæma fyrst og setja ramman svo í kringu það. Nú þörungaeldið ekki komið mikið á stað. Er ykkur áform að efla rannsóknir og hvað varðar öflun þörunga og setja lög og reglur sem styðji við sjálfbæra nýtingu á þörungum sem vaxa vilt og eru ræktaðir á sjó hér við land? Ekki meiri bili, takk. Takk fyrir þetta. Halla, ég gef bara orðið yfir til ykkar ráðherra. Já, takk. Sko það eru gríðarleg tækifæri til þess að auka umfang þörungaræktar á Íslandi, það er alveg á hreinu og það væri hægt að auka starfsemi þar. Þetta snýst enn og aftur rannsóknir, raforku, vatn en við erum í raun og veru í kjörstöðu til að grípa þau tækifæri eins og svo mörg önnur og til þess að nýta þessa styrkleika en það er spurning eins og fram hefur komið aukna þekkingu, frekari rannsóknir og svo framvegis sem að það þurfa að vera. Það eru góðir kaflar í skýrslunni þörungaeldi sérstaklega sem að ég bendi á bara því að við erum að verða, við erum komin á svona seinni hluta umræðunar. Sko aðeins þetta með staðsetningu eftirlit, þetta nú alveg efni í einn fund sko, vegna þess að auðvitað snýst þetta
ekki bara eftirlit með fiskeldi, heldur bara heilbrigðiseftirlit, matvælaeftirlit og alla þessa staðsetningu eftirlitsþátta og auðvitað mjög mikilvægt að eftirlit sé og þekking sé sem mest heima, en leið skiptir öllu máli að við eigum ekki að gefa afslátt á því að eftirlit þarf að vera faglegt, það þarf að byggja á bestu mögulegu þekkingu á hverjum tíma og það þarf að vera þannig að það sé sambærilegt óháð staðsetningu. Og það útheimtir auðvitað það að það sé einhvers konar samhæfing í gangi til þess að tryggja það að það sé ekki ólíkt eftirlit sem að fólk sætir eftir því hvar þessi atvinnustarfsemi og það gildir hvort sem hálfgreiðslustofur eða fiskeldi. Það bara öll atvinnustarfsemi þarf að treysta því að það sé jafnmikil gæði, jafnmikil fagmennska og jafnmikil þekking. Þannig að það svona almenna stóra spurningin. Síðan vil ég endilega að það sé sem mest af störfum út land, óháð öllu öðru, en þetta krafa sem við verðum að gera og ekki síst í matvælaframleiðslu og skiptir máli líka bara gagnvart okkar sameiginlega regluverki í Evrópu og hagsmunum í útflutningi að við séum ekki að gefa afslátt af þessum þáttum. Spurt var sérstaklega fiskeldisgjaldið og eins og þingmenn hér og nefndamenn vita að þá fiskeldisgjaldið sett á samkvæmt sérstökum lögum frá árinu 2019 og ríkisendurskoðandi raunar bendir sérstaklega á það í sinni úttekt að við þurfum að fara í sauman á því hvort að þetta gjald sé sé að uppfylla þær væntingar sem þingið og löggjafinn hafði á sínum tíma það. Ég hef fengið mjög miklar athugasemdir frá fyrst og fremst sveitarstjórnarfólki það fyrirkomulag sem að þingið ákvað á sínu tíma sem að það að það sjóður, það stjórn sem að fer síðan yfir umsóknir. Sveitarfélagin hafa gjarnan talað það að þeim þætti eðlilegra og betra að þetta gerðist milliliðalaust, að það kæmi rinni beint til sveitarfélagana, en það hvernig það fyrirkomulegt að verða, hvernig við ættum að reikna það út, það bara per einhverja lífmassa einingu eða tonn eða hvernig færum við að því að meta það og ég hef ekki séð ennþá neinar tillögur nákvæmlega það. Þetta augljóslega partur af því sem að þarf að skoða. Halla Signý spurði beinlínis hlutfallið, ég ekki með þessa tölu en mér bæði ljúft og skylt að ná í hana á milli funda og koma þeim til þingmannsins eða nefndarinnar eftir átökum. Þannig að ég held að ég sé búin að snerta á spurningunum að öðru leyti. Var eitthvað sem? Nei. Takk fyrir þetta. Þá næst á mælendaskrá Oddný. Já, takk fyrir. Hér hefur nú verið komið víða við á þessum fína fundi. Ráðherrann hefur talað umhverfismálin en mínar spurningar eru samt á þeim nótum. Náttúruverndarsamtök hafa gagnrýnt að umræður og skýrslur fjalli eingöngu viðskiptalega forsendur eldis og mat og skoðun á umhverfislegum forsendum sé svona vanmetið. Sem þó til lengri tíma litið algjör grundvöllur fyrir starfseminni og ég verð að taka svolítið undir þessi sjónarmið allavega hvað umræðina varðar hingað til en hver skoðun ráðherrans á því að það sé ekki nægilega og hafi ekki verið nægilega horft til umhverfislegra áhrifa í þessum efnum og sumir tala sjókvíaeldi sem einhvers konar mengandi stóriðju. Það þurfa að nota mikið magn af skordýraeitri til þess að berjast við laxalúsuna og svo sýklalyf líka til þess að reyna að stemma stigu við áhrifum af henni og eitrið og lyfin fer út í hafið og situr svo í holdi laxins og fiskunum sé ekki eins holl matvara og menn vilja vera láta. Og ég bara spyrja því hvort upplýsingar séu gæði maturinnar að þessu leyti hér á landi og svo að lokum þetta mun ráðherrann beita sér fyrir því að stöðva útgáfu á nýjum leyfum fyrir sjókvíaeldi og draga úr núverandi starfsemi á meðan að regluverk og eftirlit í kringum greinina verður endurskoðað í samræmi við athugasemdir sem fram koma
í þessum nýju skýrslum sem að liggja á borðinu. Já, kannski takk fyrir þetta, Oddný. Í fyrsta lagi sko varðandi vægi einstakra þátta í þessari skýrslu. Sko, ég held nú reyndar sko að tilhneigingin sé alltaf svo að umhverfissjónarmiðin eru vanmetin. Ég held að það sé bara tilhneiging almennt og þess vegna held ég að skipti mjög miklu máli að eiga stjórnmálafólk sem að hugsa út frá grænum sjónarmiðum og umhverfisþáttum og setur þá númer 1. Þó vil ég segja það að mér finnst þessi sjónarmið vera vaxandi í allri umræðu og vera svona meira meginströms krafa að náttúran njóti vafans og að umhverfissjónarmið séu lögð til grundvallar og það gildir líka þessa skýrslu. Þessi skýrsla er ekki skrifuð af líffræðingum, það er alveg ljóst og það var heldur ekki meiningin. En leið er hún til umsagnar og það hafa komið ábendingar og þessi skýrsla er skýrsla Boston Consulting Group. Hún er góður grundvöllur og við hana má gera athugasemdir. Þannig að ég er alveg á því að það sé mikilvægt að leggja áherslu á það að það sé ákveðið jafnvægi hér milli þátta. Ég verð þó að segja það skýrslu gerðar fólki til hrós að mér finnst svona hvað ég að segja skematísk framsetning á kostum, álitamálum, áskorunum og svo framvegis einstakra aðferða við lagareldi. Mér finnst þar vera vel haldið til haga að það eru allstaðar áskoranir hvað varðar umhverfissjónarmiðin og það er algjörlega í forgrunni, svo það sé sagt. Varðandi síðan þessar spurningar sem komu frá þingmannum hvort að við værum með upplýsingar hollustu og svo framvegis að þá hefur það ekki verið hluti af þessari skoðun hér sem að við erum með en mér finnst það bara góð ábending og mér finnst það megi halda því til haga. Þetta með að stöðva útgáfu leyfa og regluverkið og á meðan að regluverkið og skýrslan til skoðunar. Við höfum náttúrulega sagt og sögðum það strax í byrjun að við myndum vilja nema staðar, að við myndum vilja staldra við eins og und er. Það er náttúrulega í gildi ákveðið regluverk. Framhjá því verður ekkert litið og það er regluverkið sem að þingið bjó í laga umhverfinu 2014 og 2019 og ég meina það er veruleikinn sem að við horfum á. Og ég hef ekki stöðu til þess að taka lög úr sambandi á meðan á þessu gengur en ég hef hins vegar sagt að það væri ráðlegt að hafa ganga hægt gleðnadyr á meðan á þessu stendur og það held ég að sé öllum ljóst að það verður að gera það. Vilt þú bæta við þetta, Kolbeinn? Nei, ekki nema náttúrulega bara að sko eldislaxins og önnur matvara þarf að uppfylla skilyrði til þess að með hana megi höndla og hún gerir það klárlega. Þannig að það er bara rétt að undirstrika það. Lyfjagjöf hér miðað við á öðrum stöðum er minni. Ég held að það sé að hluta til bara vegna þess að greinast eftir að komin þéttleiki á þessum eldissvæðum er minni þannig að það er bara ekki, við erum ekki farin að horfa kannski alveg framan í sama veruleika og er annar staðar. En ég meina við erum bara með matvæla eftirlitslöggjöf sem að tryggir það að þetta sé allt saman heilnæmt og fínt sko. Heyrðu, kæra þakki fyrir þetta. Það eru 2 eftir hér á mælendaskránni, það er Berglind og svo Haraldur og ég er með væntingar til þess að við náum því fyrir góðu klukkutíma. Já, allavega við gerum allavega því, þannig að Berglind bara gjörðu svo vel. Já, takk hérlega fyrir að koma og ræða þessu stóru mál við nefndina. Mér langar að fara í svolítið aðra átt en kollega mínir í dag að því við erum að ræða framtíð eldisins og þá vil ég taka til umræðina mikilvægustu stoðum uppbyggingarinnar sem er aðgengi að þekkingu og menntun. Fjallaður í þessari skýrslu hver staða menntunar og rannsókna í greininni hérlendis og það er beinlínis sagt að aðstaða til rannsókna og framboð til menntunar minni en í þeim löndum sem standa með framarlega í þessum málum. Eldið auðvitað líka gríðarstórt byggðamál og aðgengi að menntunar það auðvitað líka.
Eini háskóli Íslands háskóli landsins sem kennir fiskeldisfræði Háskólinn á Hólum sem einmitt á landsbyggðinni og því hérna miklu möguleikar til að efla landsbyggðina á fleiri einu sviði. Tækifæri að byggja upp nýjan þekkingariðnað sem leiðandi á heimsvísu. Þú nefndir í upphafi að það ekki til nein heildstæð stefna stjórnvalda og ég sjálf myndi telja mikilvægt að þetta væri hluti af stefnumörkunni. Markmiðinu sem að efla rannsóknir og auka stuðning og framboð menntunar. Því spyr ég hvort ráðherra muni beita sig fyrir því að efla menntainnviði á sviði fiskeldis og ég geri mér grein fyrir því að við erum ekki með ráðherra háskólamála né menntamála hér. En þetta þó ítrekað fjallað í skýrslunni og snerti framtíða möguleika uppbyggingar og mig langar að spyrja hvaða leiðir og aðgerðir eru færar fyrir ráðherra þessa málflokks og eitthvað samtal hafið við ráðuneyti háskólamála eða háskólana sjálfa eflingu menntunar á þessu sviði. Takk. Já, takk fyrir bara mjög mikilvægan punkt vegna þess að þetta algjör forsenda fyrir því að við getum haldið áfram. Að það að við eigum fólk sem vel menntað og við eigum fólk sem getur staðið fyrir rannsóknum og því að fylgjast með því besta og nýjasta sem að gerast á hverjum tíma. Einmitt þess vegna þá sérstakur kafli í matvælastefnu menntun og rannsóknir og mönnun og verður í stefnu fiskeldi líka vegna þess að ég mjög meðvituð það að þó að þetta sé ekki eins og sagt gjarnan á mínu borði að þá verður það ekkert undanskilið. Og já, við erum að kortleggja þetta sérstaklega og já, við höfum rætt þetta, ég og háskólaráðherra sérstaklega þar sem að hún hefur haft mikinn áhuga á því að það endurspeglist með markvissum hætti hvar helst þörf á menntun og uppbyggingu í menntakerfinu okkar fyrir vöxt í atvinnulífinu. Þannig að við höfum sérstaklega talað það, við vorum nú ekki á mjög hátíðlegum fundi en hittumst nú bara á göngunum hér í gær, þar sem að við vorum einmitt að skoða tölur og töflur sem tengjast hólum og fleiri stöðum varðandi uppbyggingu í lagareldi. En sko þetta stórmál og þetta ekki bara stórmál sem að lítur að sko fiskeldismálum heldur líka mér finnst skipta svo miklu máli í öllu þessu, það þessi þekking á vistkerfum vegna þess að við höfum, sko eins og hefur verið margbent á að við höfum leiðir til þess að mennta og upplýsa fólk í tengslu við nýtingu en kannski minna í tengslu við samspilu við vistkerfin og það auðvitað vaxandi krafa allstaðar, hvort sem í landbúnaði, sjávarútvegi eða fiskeldi að það sé þekking þetta samspil. En já, við erum mjög meðvituð þetta og þetta verður að vera alvöru kafli í okkar stefnumótun. Kærar þakkir. Þá hér síðastur en ekki sístur Haraldur Benediktsson. Já, takk fyrir þetta. Ég skal nú reyna að skræla þetta niður. Við deilum ekki áhrif fiskeldisins, það hefur gert góða hluti fyrir byggðirnar og ég held að sé fara í ykkar vinnu þá ég einfallega nálgast þetta þannig ég held að niðurstaðan verði eða framtíðarsýnin verði blanda öllum þessum sviðsmyndum einhverjum hætti. Spurningi mín þá svo kannski ekki óhjákvæmilegt þegar við horfum á þetta að við séum að horfa til eða vinna eitthvað leiði til breiðara samtals þætti eins og innviði hérna í þessu landi og mér finnst við ekki alveg geta skauta fram hjá því og það leiði mig síðan yfir í næsta punkt sem þá bara dreifing af þeim verðmætum eða að segja gjaldtakan og hvernig við varðveitum eða ráðstöfum þeim. Ég get náttúrulega verið brútal og sagt hvenær hættum við að vera svona með nýlendu hugsun, sem að taka verðmæti af svæðunum og setja svo á þeim hér og stúdera, láta fólk sækja það? Já, og láta draga þetta út úr okkur. Ég held að það sé bara grundvallar þáttur í þessari vinnu að út úr henni komi hlutdeild svæðana líka í þessum verðmætum og mér liggur við að segja prógrami hvernig við ætlum að taka utan innviðu uppbygginguna sinni í framhaldinu. Því að ég held að við höfum hérna mikil tækifæri og við höfum gripið til ýmissa ráðstafa til þess að lágmarka og þau höfum búin að fara yfir það hér. Að bara lokum, loka þessu með því að segja, varðandi stórþara hlutan sem að við erum svona einhvers staðar á þröskuldi með, við þekkjum ákveðna þang- og þaranýtingu
en stórfelld nýting stórþara fyrir mér kannski svolítið óljós hvaða áhrif hún hefur. Og okkur vantar, við getum alltaf sagt að okkur vantar rannsóknir, og ég held að það sé alveg tilfelli í þessum efnum, en hvernig á ég að orða þetta, förum varlega í stórþaranýtingum en við vitum ekki alveg hvað því að þetta eru líka uppeldissvæði, seiða og þar eftir götum. En þarna eru líka tækifæri sem við skulum ekki láta framhjá okkur fara, aðeins bara hugleiðingum það, takk. Heyrðu, þá yfir til ykkar hér í lokin. Já, takk Haraldur og góðar ábendingar, sko, í fyrsta lagi þá held ég að það sé alveg hárrétt mat að framtíðarsýnin verður einhvers konar blanda af þessum sviðsmyndur sem hér eru dregnar upp og að sko það vakna hjá mér þegar þú nefnir þetta með sko þegar þú ákast að vera brútal og tala nýlendustefnu að það eru þetta kannski eitthvað sem að nefndin mögulega ætti að taka upp með sérstökum hætti, það að segja samspil byggðastefnu og sko gjaldtöku og atvinnuþróunar. Sko við erum með alls konar kerfi sem að við erum að ætla að sé tiltekinn hluti af, hvað ég að segja, aflvökum byggðaþróunar. Við getum nefnt sko byggðakvóta í sjávarútvegi, við getum nefnt búvörusamninga, við getum nefnt fiskeldisgjald. Að þessum fjármunum eða gæðum er ætlað að hafa áhrif varðandi það að stemma stigu við einhverju byggðaþróun, styðja við einhverja byggðaþróun og svo framvegis, án þess að við séum með einhverja heildarsýn. Víða er verið að beina þessu hugsa bara, ég hugsa bara í mínu ráðuneyti til dæmis, við erum alltaf með sama landakortið, sama hvort að við erum að tala um úthlutun á byggðakvóta eða hvort við erum að tala um sauðfjárrækt. Þetta er alltaf sama landakortið en við erum með mismunandi strauma sem eru að vinna í þessu, en þetta er efni í annan fund og sem ég ætla ekki að halda núna en ég finnst að við getum ekki tekið þetta úr tengslum. Ég tók þó eftir því að Haraldur segir hlutdeild svæðanna sem ég finnst algjör lykilpunktur í þessu, vegna þess að við erum með allt of lítil og allt of mörg sveitarfélög. Það verður að sameina og fækka sveitarfélögum vegna þess að svæðin eru lykilstærð í þessu. Það er furðulegt sumstaðar að vera að tala um mörg sveitarfélög þegar í raun og veru er að ræða sameiginlegt atvinnusvæði, menningarsvæði, í raun og veru samfélagseiningar og það skiptir miklu máli fyrir uppbyggingu og viðgang. En síðan hvernig á nákvæmlega að ráðstafa þessu, þetta er eitt af því sem við erum með til skoðunar í þessari endurskoðun. Þingið bjó svona þetta á sínum tíma með að búa til þennan fiskeldissjóð, þessa tilteknu nefnd sem er svo gjörsamlega fyrir sunnan og tekur við umsóknum og vinnur þær og ráðstafa svo peningunum aftur tilbaka. Þetta er ekki gott kerfi. Ég hef ekki heyrt í neinum sem að finnst þetta góð hugmynd að gera þetta svona, eða þarf að segja hafa nýst vel þegar öllu var á botninghvöld. Þannig að það þarf að endurskoða það, en hvaða leiðarljós eigum við að hafa og getum við hort á þetta undir aðeins víðar á sjónarhorni? Ég veit það ekki, hvernig á að gera það. Ég sé að þú ert komið með svona bæjarstjórasvip núna, þetta er alveg ný típa, ég veit ekki hvernig ég á að tala við Harald núna. Síðan er það að lokum þetta með stórþarann og ég er algjörlega sammálaðir að við verðum að ganga mjög varlega þar og vegna þess að við vitum ekki nóg og við megum ekki taka stór skref af því bara inn í stórþarann, heldur þurfum við að gera það af varfærni og við höfum alveg efni á því. Við erum samfélag sem er vel upplýst, við erum tiltölulega rík, við erum líka rík af auðlindum og við eigum ekki að taka áhættu með það að nýta okkar auðlindir með svo miklu offorsi að það verði ekki aftur snúið og það gildir stórþarann eins og allt eitt. Heyrðu, kæra þakkir. Þá held ég að við förum að setja punktinn á þennan annars ágæta fund og þó hafi nú verið áhugavert að hlusta hér í lokaræðu ráðherra
sjókvíaeldi sem var komin út í sameiningar sveitafélaga og sem segir okkur kannski hvað þetta snertir á mörgum strengjum samfélags okkar þessi umræða og sem hefur verið afskaplega ánægileg og ég vil bara þakka nefndarmönnum fyrir góða spurningur og ráðherra og hans mönnum fyrir góð svör. Að þessu sögðu bara vil ég þakka enn og aftur fyrir ykkur fyrir að gefa ykkur tíma til þess að vera hérna með okkur og óska ykkur bara velferðnaðar í ykkar verkefnum sem eru mörg og flókin eins og þetta sem við erum að ræða hér í dag. Að þessu sögðu ætla ég að slíta fundi og þakka fyrir.